Þá komið að septemberleiðsögn fyrir krabba. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Þannig að takið til sín sem eigi. Við skulum byrja á því að athuga hvaða krabba ég er að lesa fyrir. Við fáum komandi misseri, uppákomur, áskoranir, ögranir. Það er leiðsögn fyrir krabba. Og komandi tíma. Kæri krabbi, það sem ég er að finna hér er að þú hefur verið að fara í gegnum tímabil þar sem að það einhvern veginn svona pínu, þú hefur verið pínu týnt. Það er svona pínu ringulreið og að einhverju leyti eins og þú vitir ekki í hvort fótinn þau er að stíga, í hvaða átt þau er að fara. Það er svolítið svona eins og upplifir svo þú bara vitir ekkert í þinn haus og ert bara svolítið týnt. Það er búið að vera svolítið það sem hefur verið í gangi hjá þér síðustu misserin. Og það sem er hjá þér núna er þetta að mér finnst þú hafa dregið þig mikið til hlés og ert bara mikið með sjálfu þér í einveru, að upplifa tilfinningar þínar og eiginlega of mikið. Og þú afsakar en það er hérna aðstofamaður minn og gæðastjóri er komin með í lesturinn og ætlar greinilega bara að vera hérna. Þú ert helst til of mikið í einverunni. Það er ágætt að líka eigin félagsskapur og njóta sína einveru og geta verið eitt með sjálfu sér, en þetta er full mikið og þú þarft aðeins að fara að kíkja út úr hellinu þínum. Sjáum það sem er framundan, það sem er komandi til þín, er að það er einmitt tækifæri til þess að kíkja aðeins út úr hellinu sínum. Og í rauninni tækifæri til að láta einhverja drauma rætast sem að þér mögulega hefur fundist vera óraunhæft markmið. Einhver draumur, einhver markmið, einhver von sem þú kannski varst búinn að grafa bara. Og fyrir vikið þá ertu ekki alveg að treysta þessu tilboði. Þú ert ekki að treysta því að þetta sé raunhæft og raunverulegt boð, að þetta sé gott til að vera satt. En það er þetta tilboð til þín. Þannig að ef við sjáum hér, herra aðstofamaður, leiðsögnin þína, ég ætla að leyfa honum að færa sig frá myndavélinni. Það er ágætt að hafa aðstofamann. Að hérna í leiðsögnin þinni þá er áminning að já, þú þarft að huga hjartaðinu. Það er þitt að huga þessu hjarta. Þú átt þetta hjarta aleitt og það er engin annar sem að þekkir það eins og þú. En hafðu það opið fyrir valmöguleikunum, hafðu það opið fyrir nýjum tilboðum, nýjum valmöguleikum. Leyfðu þér að tengjast inn á þessar vonir, þessar drauma sem þú varst kannski búið að stimpla svolítið til hliðar eða grafa. Og fyrst og fremst bara þín vegna, þú ert ekki skuldbundið við neitt nema þú veljir það. Þannig að skoðaðu hvað hjartað þitt vill og ekki hafna draumunum þínum. Þegar það sem er síðan framundan í þessu er að það verður vissulega ákveðin berskjöldun en með því nýtt upphaf og ný byrjun,
nýr draumur að opnast fyrir þér sem að er mjög spennandi og einhvern veginn þá ertu miklu tilbúnara til að setja hjartað þitt í hlutina. Já, það er alveg rosaleg ást hérna. Ég held ég þurfa að færa þig, elsku vinur. Jæja, ok, eða ekki. Þá gerum við bara svona. Já, þannig að þú opnast fyrir nýjum möguleikum og leyfir þér að berskjaldast. Og það er ágætt, það er allt í lagi að líða eins og maður sé bara algjörlega grænn, algjörlega nýr og fara nýja hluti og upplifa sig eins og maður veit ekki neitt og kunni ekki neitt. Þegar lífið fjallar mestu leyti það að læra, þannig að það er allt í lagi þó manni líður stundum eins og maður sé algjörlega út af þekju og veit ekki neitt. Þannig að leyfðu þér að opna þig fyrir nýjungum. Og ef við kíkjum hérna aðeins nær og við höfum þá bara aðstoðarmanninn hérna, sjáum hvað kemur. Okay. Af því að þú hefur eins mikið og hefur unnið að jafnvæginu þínu, að þá er líka eins og þú hafir kannski gefið frá þér valdið fullt mikið. Það er eitt að vinna bara í sjálfum sér og vinna í jafnvæginu sínu og finna að það er ágætt að stíga inn í flæðið og fylgja alheimsorkunni bara eins og hún flæðir, að það er eins og þú hafir gefið einhvern veginn sjálfstæðið þitt og valdið þitt yfir þínu eigin lífi algjörlega frá þér á köflum. Og það var ekki alveg pointið með því að fara í alla þessa sjálfsvinnu og uppgötva sjálf þig. Því að áminningin er svo að þú hefur alltaf þetta val, þú ræður, þú velur fyrir þig. Þó svo að það sé kannski búið að kortleggja lífið að einhverju leyti fyrirfram. En þá er það samt, það er þú sem tekur meðvitaðar ákveðnar í þínu lífi. Þú ert ennþá að læra og það er líka hérna áminning að farðu nú að nota þetta sem þú ert búið að vera að læra og kannt. Eins og ég sagði, það er eins og þú hafi gefið valdið þitt fullmikið yfir. Og fyrir vikið þá ertu orðið helst til á start. Þú ert orðið svona, já, svolítið fast í sama hjólfærinu, Ekki að það sé endilega gífurleg vanlíðan sem fylgir því eða eitthvað erfiðleikar, meira bara þú ert ekki að fara áfram heldur. En það er svona verið að biðla til þín að opna fyrir þann valmöguleika að halda áfram. Það er gott af því. Og við fáum hérna eitt spil úr Sólstjörni til að taka heim og saman. Og þar kemur hér spilið Reach the Unreachable, Turn your idea into reality. Teygðu þig eftir því sem þú telur þig ekki geta náð til og leyfðu þér að umbreyta hugmyndum þínum, draumum þínum í raunveruleika, raungerðu drauma þína. Þannig að hvað sem það er sem að þú telur þig ekki hafa geta náð í, einhverjar vonir, einhverjar draumar sem þú kannski afskrifaðir af því að þér fannst það óraunhæft, leyfðu þér að trúa að það sé bara fullkomlega raunhæft og þú getur algjörlega tekt þig eftir því og þú mátt stefna hátt. Það er aldrei að vita nema að þú náir bara með ennþá lengra en það sem að þú taldir þig nokkuð tíma að dreyma. En þá ætla ég að segja að þessi er lokið. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áhörnina. Ég vona að skilaboðin af til sönn og rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Stormur aðstofamaður og gæðastjóri, hann þakkar líka fyrir sig.
Takk fyrir áheyrnina.